Já, velkomin Bjarka Ármann sem þjálfara DOS. Bjarki, hvernig líður þér í dag? Bara mjög vel, aldrei verið betri. Bjarki, ég ætla aðeins að bakka aftur í síðasta leik þó að það hafi nú ekki verið merkilegur leikur töpuðum. Hvað gerist eins og í öðrum leikluta þegar lið eins og við ítrekka bara hreinlega gleymum okkur og fáum okkur alveg gríðarlega vöxti og bara komum allar boltan niður sjálfur? Já, góð spurning. Við Viltu fá hann aftur? Við höfum bara eins og ég hef sagt í alla vetur á okkur gengur illa að stíga út og það kom svona fyrir í þessu leik að við kannski búin að taka búin með leikliðið mín, vera svona mental mistök og þeir bara fara á run, sko. Við stígum ekki út hana tvisvar í röð, þeir setja 2 þrista, 8 stiga munur allt í núna 14 stig, við förum í sókn, missum boltan, aftur þrist og 17 stig. Það gerist hratt og þá er bara leikurinn svolítið farinn frá okkur og við missum trú á verkefninu. Missum hverju til að læra þau? Að sjálfsögðu og við bara stefnum að vera betri með hverjum leik, útlitið er náttúrulega orðið ansi dökkt núna. Og útlitið sem svo dökkt hafa bjart út hér að hvítt á snjó, en á morgun þá bíður okkar verkefni að taka á móti íringum. Hvernig leggst það í ykkur? Bara ljómandi vel og íringar með hörkulið og góðu rönni núna og það bara verður krefjandi að vinna þann leik og við erum mætum tilbúnir og búin að halda góðan vídeófund og ætlum að gera okkar allra besta. Íringar ekki bara góðu rönni, þeir eru með fantagóðan þjálfara og þannig að þetta maður þarf að vera vel vakandi. Já, sjálfsögur, kóngurinn sjálfur að þjálfa IR og hann svona snúið svolítið við gengi IR-liðsins. Þetta fengi til sín 3 nýja atvinnumenn sem eru hver öðrum betri. Jordan Semple, stóri frakki þeirra, er frábær íþróttamaður, stór og mikill og sópar mikið til sín og Tristan Simpson, leikstjórnandinn, sömuleiðis, en ég held að ólöst að Marit sé bestur af þeim öllum, frábær þriggjastiga skipta. Það verður gaman að fylgjast með honum hér á morgun í höllinni. Hvernig þarf það að leggja upp leik? Hvernig leik megum við búast við á móti hér? Hvað þarf að gera til að svega sensí á? Sko, við þurfum til að byrja með að taka fleiri skot en þeir. Við þurfum að passa boltan, við þurfum að þvinga þá til þess að tapa boltanum. Við þurfum að stíga út og við þurfum að berjast í sóknarfrákustum. Og því að á hálfum sóknarvelli þá erum við ekkert svo lélegir, sko. Við þurfum bara að hugsa þessa hluti. Við þurfum þessa þætti leiksins. Þetta hljómar ofsalega einfalt og er það ekki bara uppleggið þá á morgun? Jú, að sjálfsögðu. Bara vinna. Bjarki, svo náttúrulega eins og ég var að tala við þú áðan, áhorfendur. Nú megum við koma 500 manns hérna í höllina. Hvað sem okkur tækist það ekki, það verður gaman. Já, það verður gaman. Ég hvet allir til að mæta og loksins að fá að sjá þennan körubolta og bara sjá þennan frábært IR-lið og okkar skemmtilega Þórslið með okkar ungu flottu stráka. Já, af því hún nefnir unga, þá náttúrulega hefur verið duglegur að nota unga strákana og daginn, núna í 2 leiki hefur verið að nota Thor Blöndal, hár og myndarlegur strákur og það gaman að sjá svona unga pjakka að koma inn og fá reynslu og mínútur. Já, Þór er náttúrulega 2001 og hann er títur strákurinn og er flottur en hann er að stíga síns fyrstu skref í boltanum og hver veit hann bara framtíðina fyrir sér í þessu. Það er ekki bara okkar að tryggja hann í framtíðina hérna hjá okkur? Já, sjálfsögðu. Ekki ganga ykkur vel. Takk.